gaman að fá þig heimsókn. Já, bara takk fyrir að fá mig. Gott að koma. Við, það var smá aðdraganda að þessu samtali okkur og þegar það var komið í kortinu þá fór ég að hitta þig í svettum reglulega. Já, bara, þetta einhvern veginn allt eins og það á að vera, sko. Já, það svolítið svoleiðis. Já, ekkert verið talað að fara í podcast, svo bara erum búin að hitta þig núna nokkur sinnum bara alltaf í tjaldinu. Hvernig, ertu að svetta mikið það? Já, samt ekki nóg, ef þú spyrir mig, ég væri til í að vera, sko, helst 2 viku. 2 viku? Já, helst, það eru bestu vikurnar, ef maður nær því. En svona, þú veist, 3 í mánuði ef ég verið að ná alveg. Það rosa gott. Já, það nú samt alveg mikið, 3 í mánuði. Já, jú, það alveg mikið. Það er bara svo gaman í svetti. Þetta náttúrulega alveg geggjað, sko. Já. Hvað finnst þér að gera fyrir þig? Sko, fyrst og fremst þá bara er það einhvern veginn alltaf gaman. Það skiptir mig miklu máli að hafa svona gaman í lífinu. Þú veist, ég hitti einhvern veginn bara fólki mitt en svo er það bara rosa svona therapeutic. Þú veist, það gerist rosalega mikið inn í tjaldinu. Það er einhvern veginn, maður er bara svo berskjaldaður. Svo er þetta einhvern veginn svona staður þar sem ég er öruggust á. Þú veist, ég reynda bara allstaðar örugg í lífinu í dag, en þetta er svona, þú veist, það má einhvern veginn allt inn í tjaldinu. Þú veist, það bara einhvern veginn lokast tjaldið og það bara, þú veist, stundum er grátur og hlátur og önduninn og, þú veist, það er svo gott að vera ég inn í tjaldi. Já, ég held að segja það. Ég held að gera svona, að gránda mig einhvern veginn bara í að vera bara ég. Þú veist, og lífið er ekki alveg svona alvarlegt. Nei, það fá líka, þú veist, að syngja og tromma og ef maður aðeins að tengjast líka bara innra barnin í sér. Já, ég tek alltaf, sko, það er svona litli dúðnar, fá að vera með og leika og ég lærði það rosa mikið inn í tjaldinu, þó ég hafi alltaf verið frekar, ég veit ekki hvort að maður er að segja barnaleg, en ég einhvern veginn svona, þú veist, ég er alveg ennþá að fara bara í rennubrautinu í sundlauginni og þú veist, mér finnst það bara gaman. En það er einhvern veginn svona ítt meira undir það og stökkva kannski út og hoppa í vatnið og svo erum við að, þú veist, grínast á milli og svo má líka bara, þú veist, þið má alveg líða allt og það er bara í lagi. Þú veist, ef þú ert, þú veist, ef ég er viðkvæm eða, þú veist, ég er reið eða, þú veist, það bara má. Svo er náttúrulega bara, það er alltaf einhvern veginn rétti hópurinn líka inn í tjaldinu. Það er rosa sérstætt. Já. Það er einhvern veginn og það myndast líka bara eitthvað, þú veist, það tekur einmitt, maður eftir að hugsa hvernig verður þetta að taka þetta út í samfélagin, bara, ég er að hugsa bara vinnustaði og fleira. Já. Að þú veist, þú hristir hóp eiginlega hvergi að pratt saman eins og í góðu svetti, sko. Nákvæmlega. Það er sko, já, það er einhvern veginn, og ég bara oft, þú veist, er bara á leiðinni, þú veist, alveg sama hvar maður er, náttúrulega í nokkrum tjöldum, en þú veist, að leiðinni kannski upp í Sólgarð, í svett með tolla og veit ekkert hverjir er að koma eða einhvern veginn, en það er bara alltaf rétta fólkið sem kemur inn í tjald. Einmitt. Hvað þegar þú nefnir tolla? Já. Það er alltaf fallegt, sko, því ég fór held ég fyrst í svett hjá honum 2014, eitthvað sveis, 14-15, og þú veist, svo komið mér tímabil þar sem eitt ár þar sem ég held ég hefði farið, svona svo þú ert að tala núna, 25-30 sinum á einu ári, en svo núna er þetta meira hjá mér svona kannski einu svona hverjum ársfjórðungi, sko, svona 4-5 sinum á ári, en það er svo fallegt, sko, magnið af fólki sem ég hef hort á koma þarna þegar það er, þú veist, nýkomið úr fangelsi eða nýkomið úr bara mikilli neyslu eða aðstæðum þar sem átti ekki heimili og það er svo fallegt að horfa á alla þá sem hafa komið þarna inn og svona eru í því ferli að snúa lífi sinu við og sumir hafa síðan bara, þú veist, bara farið frá því að vera kannski á versta staðnum yfir í að vera bara hjálpa fólki og vera ljós inn í lífið og samfélagið alla daga, sko. Já. Þú sérð fólki einhvern veginn koma þarna og það er svona, já, liggur við bara svona myrkur yfir þeim, þú veist, með hettun á sér og eitthvað.
svo bara ekki ímynda mér, þú veist, einhvern veginn fyrir þig, þú veist ekki að koma það oft að, þú veist, svo þetta bara ljósberar. Þú veist, en það býr innra með okkur öllum. Þú veist, þessi kærleikur og, þú veist, en svo bara einhvers staðar, þú veist, rými fyrir það inn í tjaldinu og í þessum hóp, þar sem þið mætt bara eins og ert, á staðnum þar sem þú ert. Og það ekkert verið að dæma það. Amen. Og þú færði einhvern veginn bara svona aðeins að losa og svo kemur í ljós bara, þú veist, þetta fallega fólk sem við erum öll. Nákvæmlega, sem við erum öll, sko. Já. Og oft á tíðum, þú veist, fólk sem að fekk ekki mikla neyslu eða tala nú ekki þú veist, oft kannski strákar sem endi í fangelsum, það oft mjög mikil orka og þér hefur kannski verið hafnað í skólakerfinu og þú greindu með, þú veist, ADHD og ofvirkni og allt þetta. Ef þú nærð síðan að beisla orkuna og setja hana í réttan farveg, þá þetta kraftmestu einstaklingarnir. Klárlega, þetta duglegasta fólkið, sko. Þannig og það alveg þannig að flest af þessu fólki búið að mæta bara alls konar í lífinu og þú nefnir til dæmis eins og skólakerfið og skólakerfið bara byggt upp fyrir eitthvað vist og og bara svona þú veist, búið að brjóta einhverja vissa einstaklinga niður og sem fitta einhvern veginn ekkert inn í eina ramma og svo heldur þetta einhvern veginn svona áfram þú veist, en svo þegar að færa að koma þarna inn þar sem að þú veist, rammin bara fittar utan alla, það engin rammi. Þú veist, þú bara verður með eða búðu bara til, þú veist, speysi með okkur. Þú veist, það engin kongur í svettinu, sko. Einmitt. Þú veist, það engin, þú veist, það alveg eitthvað sem að leiðir svettið og eitthvað svona, en þú veist, það allir bara jafnir. Og það það fallega við hópinn. Nákvæmlega, ég hugsa oft ég líti oft á þetta svona eins og nútíma messa, sko. Maður hugsa svona ef kirkjan, þú veist, væri svona alveg svona ætti að vera, þá þetta því fallega að það allir jafnir, sko. Já. Þú veist, þú ferð í messu og þá skiptir einhver máli hvort þú ert milljónamæringur eða fátækur eða hvort þú ert lögfræðingur eða pípari, það allir jafnir, sko. Já. Og þú veist, þessu svetti, skilur, þetta svona nútíma messa, sko. Koma allir inn, dómharkan bara skilin eftir, allir fá að vera eins, allir fá að vera jafnir, allir fá að vera þeir sjálfir. Við þurfum meira þessi í samfélaginu, sko. Já, það væri rosa gott, það væri meira af þessu, en þú veist, þetta samt alveg líka örugglega út allt, sko, en þú veist, ég hef fundið þetta þarna og það sem að svo fallegt við þetta að þú veist, þessi hópur fer einhvern veginn að þú veist, kemur inn, lærir einhvern veginn af, þú veist, næsta manni, þú veist, það allir að gefa eitthvað í þetta og svo, þú veist, einhvern veginn verið að gefa þetta áfram. Þannig að, þú veist, eins og þegar við erum í svettinu, þú veist, það allir bara á, þú veist, stuðbuxum á ból og það breytir engu máli hvort þú sért, þú veist, ráðherra eða hvort þú varst að koma út að Litla-Hrauni í gær eða, þú veist, eða hvað þú varst að koma. Það hafa einhvern veginn allir eitthvað að segja. Hvað með þína sögu? Þú veist, hvað nú ert þú að starfa á Krýsuvík og hvað svona, ef við förum bara aðeins í þína sögu, þú veist, hvernig var staðan á þér áður en þú sneri við blaðinu og hvernig byrjaði þetta? Já, það byrjar, ég náttúrulega var sjálf í neyslu, kem úr fjölskyldu sem að hefur verið áttu mikinn fíknivanda að stríða og fer mjög unga að nota sem að ég skil vel í dag, sko, ef maður setur þetta þú veist, í eins og partana og svona, það bara, þú veist, ég fer bara að nota mjög ung en hætti líka ung, þú veist, en þetta var alveg þú veist, fer alveg í gegnum sko, barnaverndarkerfið, unglingaheimilin, þú veist, einhverjar innlagnir inn í meðferðir og já, bara svona, þú veist, eins og gengur og gerist þegar maður fer ungur að nota, sko. Og þetta var, þú veist, ég myndi segja að þetta hafi bara verið drullu erfitt
að Hvað kallar að vera ung? Ég var til dæmis bara þegar ég er 14 ára þá ég byrjað að fara inn á ég held ég að vera 14 þegar ég byrjað að fara í neðaustun og stuðla og svona og þá nýtti ég bara hvert einasta tækifæri sem ég gat til þess að komast í einhver efni sko. Og svo bara heldur það áfram þangað til ég er að vera 19 ára gömul. Hvernig sko að því að það verið gaman að tala hans meir partan á eftir og partavinnu. Þetta er að verða svona, þetta er svona hlutur sem minnst alltaf fleiri og fleiri vera að kveikja á og fleiri að fara inn í. Já. En þú veist, ef maður einmitt fer í þær pælingar og líka bara ef maður horfir á, ef maður nær sjálfskærleiku, þú veist eins og fyrir þig og horfir á þessa ungu stelpu. Skilur þess að minnst Tolli orðaði svo vel í podcastinu um það sem var að tala þú veist, í raun og veru þetta það er í raun og veru mjög eðlilegt þú vilji deyfa sársauka og það er mjög eðlilegt þú vilji verið núvitund og ef þú ert ungur og þú elskar ekki uppi erfiðar aðstæður þú veist, þú þarft alltaf að vera að flýja sjálfa þig það er eitthvað rosalegur innri órói því að líður eins og þú sért ekki samþyktur því að líður eins og hlutinni sé ekki eins og því eins og hinum svo allt í henni kennst í kynni um einhverju efni sem geta bara látið gleyma kvíðanum og látið þið líða vel, þá er það náttúrulega í raun og veru eðlilegt að þú haldir áfram að nota það, sko. Já, það er eins og ég segi, bara ég skil það svo vel í dag, sko, að ég hafi farið einhvern veginn þessa leið, ég er ekki að segja að það hafi verið rétta leiðin eða einhvern veginn þannig, það er bara mín saga en akkurat út frá þessu að þetta verður þetta verður bara að einhverju svona ég er bara að bjarga mínu lífi að var ég var í mörgum skólum að flytja og það var bara alls konar í gangi sko, fólki mitt var í neyslu og svo líka að með eins og úlingaheimilin og svona því það er náttúrulega mikið umræðan í dag sko að og ég var að hugsa einmitt daginn að það er bara svona ok það er búið að loka náttúrulega mikið af þessum úlingaheimilum sem að mér veist vera slæmt en að vera 14, 15, 16 og vera að fara á okkur önnur heimili það er ekki gott en það þurft að vera og og svo þess að segja það væri frábært ef að því að búið að loka svo mörgum en þú hefur verið alls konar þessi heimili að á öllum þessu stöðum er samt alltaf eitthvað gott fólk sem að það er það sem að maður man einmitt það er alveg svona alls konar sem að miður fór og hefði mátt gera betur og alls konar sko en það sem að svona stendur upp úr er einhvern veginn þessi eini starfsmaður sem að var bara frábær einmitt en náttúrulega einmitt út allt samfélagi er svona hugsjónafólk að vinna í bara hér og þar sem í raun og veru hefur haft bara virkilega mikil jákvæð áhrif á líf margra, sko. Já, og það sko, ég veit ekki hvort það gleymist endilega í umræðinu eða eitthvað, en að því að, það er svo mikið rætt alltaf það sem að hefði mátt gera betur og það þarf að ræða það og það þarf að laga þetta í íslensku samfélagi. Það ætti náttúrulega bara að vera staðir sem að grípa börn og úlinga og bara fólk almennt þegar kemur eitthvað upp á og allt það. En allavega fyrir mig að þá þegar ég hugsa tilbaka þá bara svona alls konar sem gerðist en það sem að stendur upp úr er þessi eina manneskja sem að einhvern veginn það var kannski ekki eins og mikið, það var bara einhvern veginn ekki að dæma og var bara, já, kannski bara að gera sitt besta, og ég haldi kannski allir aðrir hafi líka verið að gera sitt besta, en svona, það er svona sem stendur upp úr.
svona, Það áhugavert, ætlaði að sé því maður hugsa oft á tíðum er það fólk sem þekkir einhvern veginn af eigin raun einhverja hluti sem verður best í að geta skilið hvaðan fólk að koma, sko, og þá maður að hugsa þú veist, einhver sem er í svona starfi og næri jafnvel svona vel til unglingana, þú veist, hvort að það sé þá einhver viðkomandi sem jafnvel þekkir að eiga erfiða æsku eða einhvern veginn getur hann sett sér í spor þessara krakka, sko. Já, það er reyndar að ég hef náttúrulega komist að eftir á og þetta fólk sem stendur upp úr hjá mér er fólk sem að, þú veist, átti eigin reynslu eða, þú veist, einhvern í fjölskyldunni sinna eða eitthvað. Þannig að það passa svo sem alveg, þó ég held að það sé ekkert endilega eitthvað skilir eða svona, en það er allavega fólki sem stendur upp úr í, þú veist, í minnisögu, það er fólk með þannig fortíð. Hvað ef að þú veist, að því nú mitt talar þú veist, að þetta sé eitthvað sem þurfa að bæti í íslensku samfélag, þetta er svona klassísk umræða bæði, þú veist, svona ef við notum þetta svona innan gæslega bara vandaða unglingar og síðan náttúrulega bara fíknisjúkdómar, við erum með þessi nýlegu dæmi af mæðurum sem að fara með börnin sín til Suður Afríku því það er ekki nógu góð úrræði hér og annað. Ef þú hugsar bara einhvern einstakling eins og þig þegar þú varst unglingur, hvað hefur þú þurft frá kerfinu? Þú veist, hvernig væri best að taka á móti krökkum sem að verða utanveldur skóla og þú sérði jafnvel að þeir eru að byrja að fara í ranga átt og það væri hægt að grípa inn í og gera eitthvað fyrir? Ég held að það þurfi að byrja fyrr inn í skólakerfinu, sko. Það sem ég veit ekki alveg hvort það sé ennþá að henda bara í tossabekk eða, þú veist, vera að láta fólk eða krakka fara, þú veist, úr stofunni eða eitthvað svona. Ég held að byrja alveg svolítið þar, sko. En það sem var svona það besta einhvern veginn að fá eitthvað staðar, þú veist, það sem ég fór í, þú veist, ég fór í á unglingaheimili til þess út á landi, fá að vera með dýrum, þú veist, og læra allt í sambandi við sveitastörfin en það var ekkert að henda öllum sem voru með mér á unglingaheimilinu. En fyrir mig var það rosa gott, sko. Þú veist, þannig að ég veit ekki hvort að þyrfti eitthvað meira af einhverju svoleiðis í dag, sko. En, þú veist, ég held að mig bara spurja þau. Einmitt. Þú veist, í dag, þú veist, hvað það sem þú þarft? Þú veist, af því það er rosa misjafnt. Og heyra bara, og það er alveg nákvæmlega sama við erum að reyna að gera eins og upp á Krísuvík og svona. Þú veist, hvað er það sem að þið þurfið? Þú veist, hvað get ég aðstofa þig í dag? Þarf þú eitthvað? Þú veist, af því það er svo misjafnt, það getur, þú veist, og ég get séð mjög vel á, bara ef ég renni svona aðeins yfir í huganum, þú veist, þeim sem ég var með á unglingaheimili, að það var rosa misjafnt, hvort að, þú veist, að það var eitthvað að nýtast einhverjum að þurfa að fara út í fjós eða ekki, en fyrir mig var það frábært. Einmitt. Og þú veist, að fara bara með eitthvað skoplu og setja með húu og moka skít. Þú veist, það var bara sett bubbi í tækið og þú veist, svo bara sungið hástöðum og moka skít, sko. En það hefði alveg mátti vera eitthvað meira með því. En ég fekk mikla útrás út af því og lærði alls konar. Og að vera með dýrum og... Þetta er mjög góða punktur. Ég man að ég var eitthvað að spjalla við Harald Erlendsson, geðlækni, og hann var á tímabil að vinna með föngum í Bretlandi og hann sagði, þú veist, hann fékk einu sinni leyfi til að taka hluta af þeim út úr stofnuninni og fara með þá út fyrir borgina og upp í sveit. Og sagði, það sem þau voru einmitt bara að vinna erfiðisvinnu innan dýr og náttúru og líka bara komnir út úr streitunni og hann sagði bara, þú veist, 3-4 dögum menninni gjör breyttist, sko. Já. Bara allt annað að sjá það, bara allt aðri menn, sko. Já, og þetta voru bara, þú veist, þetta voru ekki auðveldustu fangarnir, sko, þetta voru bara hardcore gæjar, sko. Já. Þannig að, þú veist, maður hugsa, þú veist, oft á tíðum, einmitt, það er bara eitthvað tilgang, þú þarf að fá útrás,
Þú veist, þannig að hausinn fari ekki að því við erum misjöfn, sko, og ég held að oft á tíðum fólk sem að glími við fíknivanda oft með mjög aggressívan haus, sko, og ef að hausinn fer að snúast gegn sjálfu þeirra, þá er bara voðin vís. Já, og svo einhvern í það eins og, þú veist, að við erum alltaf að setja líka í einhverja flokka, þú veist, að einhver er erfiður eða eitthvað, þú veist, það er svona staðan fyrir að mæta bara fólki þar sem það er og ég held bara að við gerum ekki nóg að því að spurja bara, þú veist, hvað er það sem þú þarft? Þú veist, hvað er það sem ég get verið til staða fyrir þig? Þú veist, og oft veit fólk það kannski ekki alveg strax, en fyrir þá kannski bara að spá í það. Og það, ég held að það sé bara með bara alla, ég held að breyti ekki máli hvort þú sett 5 ára eða 15 eða 40 eða hvað það er. En ert þú þó, nefndir áðan 19, ertu ung þegar þú hættir þá líka? Já. Já, bara nærðast, og þú veist, ert þú þó eina af þeim sem náða að snúa við blaðinu bara eftir fyrstu meðferð eða? Nei, reyndar ekki. Þetta var alveg ströggl og fór alveg í nokkra meðferðir, innlagnir. Já, þetta var alveg barátta, sko. Og náttúrulega nýtti mér 12 spora samtök og þessi reyndist náttúrulega bara mín lífsbjörg. Og, þú veist, ástunda þau ennþá. Þannig að það var ekki þannig að ég fór bara í eina meðferð. En gafst ekki upp. Hvenær ertu síðan farin að byrja að vinna sjálf með fólki sem er með fíknivanda? Ég veit ekki alveg hvað ég var búin að vera edrú lengi. Það var ekkert langur tími. Þú veist hvort það var eitthvað staðar á milli 2 og 4 ára eða eitthvað sem ég byrjaði að vinna hjá Reykjavíkurborg með útigangsfólk. Það var fólk sem heimilislaust og það var bara frábært. Það sem var síðan fórstuðukonan, þú veist, var fórstuðukona á þessu heimili og svo stofnað áfangaheimili og svo var líka, það var fyrir menn sem að gátu ennþá vera að drekka og svo stofnað, þú veist, heimili fyrir konur sem gátu vera að drekka og svo þetta áfangaheimili, edrú áfangaheimili fyrir menn. Þannig að ég gat, þú veist, farið svona aðeins á milli og það var alveg frábær reynsla fyrir mig að fara að vinna við þetta og var að vinna þar með mömmu minni, hún var deildarstjóri fyrirmyndin mín í þessu, sko. Og hef verið bara, ég var að hugsa daginn, sko, að verið mikið að vinna alltaf með mömmu, sko. Okay. Bara alltaf er raskatur á mömmu. Það skammast mér ekkert fyrir það. Er hún að vinna með þeirra krísu í klíkur núna? Og hún kemur stundum og leysir á og svona, sko. Okay. Hún er náttúrulega legend í bransanum, sko. Okay. Það var bara, eins og ég sagði við á hana, ég hringdi mömmu í gær og spurði hvernig að hóra á mér að vera þegar ég fyrir Sölva og þó hún geti gert mig alveg brjálaga stundum að þá er hún fyrirmyndin mín í lífinu. Hvernig þú veist, að því margir svona, þú veist, ef við segjum hérna gæsalappa svona venjulegt fólk myndi að hugsa þú veist, það að fara að vinna með fíklum eða fólki sem eru á erfiðum stað og það sé, þú veist, að fyrsta sem þú hugsar þetta heldur rosalega þung vinna en í hina röndina, sko, þú veist, það eru eiginlega fátt sem meira gefandi heldur en að vera að vinna með fólki sem að reyna að snúa lífi sinni við og að horfa síðan á það takast að snúa lífi sinni við. Það náttúrulega bara sturlað. Þegar það fer þannig, alveg eins og þú varst að tala þú veist, fólki í tjaldinu áðan, sko, þegar maður fær að sjá þungvinna bara klárlega, þú veist, oft það er alltaf því miður mikið að gera og þetta er ekki ekki þannig að þú veist, það minnki eitthvað
þú veist, biðlistarnir eða eitthvað svona, þó að maður vildi óska þess að væri þannig, en já, því miður alltaf mikið að gera, en þú veist, það það skemmtilega við vinnuna, þú veist, það alltaf nóg að gera, það alls konar að gera og ég þekki náttúrulega rosalega lítið annað heldur en að vinna við þetta. Þú veist, þannig sé, sko, ég hef alveg farið í eitthvað svona, þú veist, annað með og milli en og þegar ég var að alast upp að mamma fórstöðukonu á Dyngjunni sem var áfangaheimili fyrir konur og svona, ég einhvern veginn bara, þú veist, hef alltaf einhvern veginn verið inn í þessu og mín reynsla svo að þegar ég hugsa vel mig, mína andlegu og líkamlegu heilsu, að þá þetta einhvern veginn ekki, þú veist, þungt. Þú veist, þetta bara svona og ná einhvers staðar að sjá eins og talar þú veist, fólk bara koma hinum megin út og fá einhvern veginn að vera bara ljósberar í sínu lífi og svo náttúrulega maður heldur ekki gleymast að þú veist, þegar ein manneskja fer að sko heilast einhvern veginn að það fjölskylda alltaf hann á bakvið líka. Akkurat. Að já, það bara það alveg sturlað, þú veist, og yfirleitt fer okkar fólk að láta gott af sér leiða, þú veist, og veist, við erum svo dugleg, þú veist, þegar orkan fer á réttan stað og þú veist, og það bara, það einhvern veginn ekki hægt að lýsa þessar tilfinningu að fylgjast með mannesku, ná einhvers staðar að kemur kannski inn á Krýsuvík, rosalega vonlaust, niðurbrotið og svo bara, þú veist, að fá að sjá það einhvers staðar bara öðlast einhverja trú á sjálfu sér og fatt einhvers staðar bara, vá, herðu, þetta býr bara innra með mér og það þarf alveg einhvern veginn allt að smella og við erum að veita rosalega flotta og góða þjónustu á Krýsuvík en þau að gera alla vinnuna. Þú veist, þau eru svo fljóta bara, já, ég með svo frábæran ráðgjafa eða það allt svo frábært, þú veist, þau eru alltaf til að gefa þú veist, og svo bara þau fara að óna þetta aðeins meira þú veist, bara ég að gera vinnuna, ég siti hérna og að gera þetta og að leyfa mér að líða og eitthvað, þá bara svona, búm þá bara, þú veist. Ef við förum aðeins í, að því ég þekki nú Ella nokkuð vel já. Og þú veist, þó ég sé nú ekki sérfræðingur þá sé ég nú ekki betur en þessi verið að vinna býsna gott starf á Krýsuvík. Já. Hvað þú veist, bara, ef við förum bara onni það, þú veist, fólk, hvenær kemur fólk á Krýsuvík? Það eftir að það búið að fara í þessa hefðbundnu meðferð á Vogi og þetta þá langtíma úrræði eða eitthvað? Já, sko, Krýsuvík 6 mánaða meðferð og við erum ekki með afeitrun, þannig að það þarf að vera búið að afeitra sig annars staðar sem þá annarkvort Vogur eða fíknigeðdeild en svo bara eru sorglega margir að afátna sig heima af því að það eru bara þungi biðlistar líka og erfitt að komast þar inn líka en við erum alltaf að reyna og í samvinnu við aðrar stofnanir sem alltaf að vera betra og betra. Það þá jafnvel þannig að fólk sem að bíða eftir að komast á Krýsuvík sé heima hjá sér að reyna að verða edrú sjálft af því að það kemst ekki inn á Vog áður en það fer inn á Krýsuvík? Já. Það er bara mjög mikið þannig. Þú veist, og við erum alltaf að reyna að vera í, þú veist, þannig að þau, þú veist, þegar þau eru komið dagsendingu í okkur, að þau komist kannski inn á Vog þú veist, eða inn á fíknigeðdeild og það bara gengur sem betur fyrir stundum upp en stundum ekki. Þannig að þegar fólk komið inn á Krýsuvík, þegar lappar inn í dyrnar á Krýsuvík, þá það búið að vera í oftast einhverja mánuði á, þú veist, að berjast fyrir því að komast inn. Þannig að, þú veist, þau byrja alveg löngu áður og fólki að kannski að, þú veist, að keyra þau þurfa að koma á Austurgötuna, þar sem við erum með skrifstofu
og þú veist, sækjum og þau þurfa að koma, þú veist, einu sinni í viku eða hringja og ítreka og þú veist, þannig að þú veist, bara þeir eru lappin dyrnar hjá okkur bara, eru búin að gera alveg helling og svo koma þau til okkar og eru hjá okkur í 6 mánuði og byrja bara strax þetta eru svona bönd, þú veist, þú byrjar fyrstu 5 vikurnar ertu á rauðu bandi og þá ertu bara að vinna fyrsta sporið, þetta er 12 spora meðferð, áfalla miðuð þannig að þú veist, þau vinna sporin, þú veist, og fara inn í, þú veist, einhverja áfallavinnu, þú veist, reynum núna erum við að byrja með meiri partavinnu og þú veist, þegar þau eru búið með fyrsta sporið og þessar 5 vikur, þú veist, þá fara þau upp á annað og 3. spor, þannig að þau eru alltaf einhvers staðar að færast áfram í prógraminu og það fylgir þessu bara alls konar, þú veist, þau koma ekki á Krísuvík og bara ná í sjónvarpsfjarstýringu og þú veist, kveikja sjónvarpinu og fá okkur gott að borða, sko. Þú veist, það er alveg brjálæðislega mikil vinna á bakvið, þú veist, bara bakvið hvern dag hjá hverjum skjólstæðing á Krísuvík. Ég held ég þeir sem að eru ekki úr fjölskyldum þar sem eru fíkni sjúkdómar eða, þú veist, bara eitthvað maður hugsa samt, ég veit ekki, hann alltaf svo mikill alkohólismi á Íslandi, mér svona, þú veist, hversu algengt að einhver alist upp í fjölskyldu og það bara engin vandamál tengt, það held ég ekki algengt, sko. Ég held ekki. En samt hugsa maður, sko, maður sumir held ég að eigi erfitt með að skilja og setja sig í spor, þú veist, það næstu bara, akkur hættir ekki bara að drekka. En þegar þú skilur þetta eins, þá, þú veist, hugsa maður ok, þú segjum sem svo þú sért búin að vera að ströggla og þú er kannski einstaklingur sem ert einmitt að fara ekki í þína fyrstu og jafnvel ekki í þína aðra og ekki í þína 3. meðferð, ferðin á Vog. Og svo kannski segjum bara við sem að tala einstakling sem nær síðan að snúa lífi sinu við. Að þá, þú veist, held ég, og þú getur þá leiðrétt með ef ég hef rangt fyrir mér, að þá byrjar á náttúrulega að þurrka þau upp. En svo endar alltaf á að þurfa að díla við að af hverju fórst að drekka eða af hverju fórst að nota efni. Og þá kemur, þú veist, bara eitthvað sem væri hægt að kalla öðruvísi fráhvarfstímabil. Eitt að losa sig við efnið úr líkamanum. En annað síðan einhvern veginn að þetta kannski eitthvað sem er búið að fylla upp í tóm alla þína ævi. Og þá ég að gefa mér að segja sem svo sért með einstakling sem að kemur inn á Krísuvík eftir að hafa, þú veist, þurrkað sig upp og búin að vera þurri í einhvern tíma eða laus frá efnum. Að þú veist að stíga inn í rosa mikið tómarúm að því að vera alltaf inn að fara í 6 mánuði bara að mæta sjálfu þér og mæta tóminu sem þú varst að fylla í með neyslunni. Þannig að þetta hlýtur að vera alltaf áhugavert einhvern veginn, þú veist, nú er ég kannski einhver sem kemur inn og þið sjáuð, þessi einstaklingur er núna á staðnum þar sem hann þarf að vera, þú veist, mæta rosa miklu tilgangsleysi en við vitum bara að ef hann vinnur vinnuna, að eftir 1 mánuð verður hann að fara að líða öðruvísi og eftir 2 mánuð er hann komin á annar stað og svo framvegis. Já, þannig, þú veist, það fer náttúrulega enginn bara að nota að því bara. Akkurat. Þú veist, það er eitthvað á bakvið það. Og það er bara nákvæmlega eins og þú ert að segja, og það eru 6 mánuðir af því að vera bara að skoða það 6 mánuðir, svo er eftirfylgni og alls konar og það er náttúrulega það sem þetta snýst en númer 1 er að ná að stoppa nota til þess að fara að geta skoða, þú veist, af hverju ég að nota og svo kemur náttúrulega það, þú veist, þú hættir að nota efni og þú veist, þá fer að poppa upp alls konar annað og það er það sem við erum að díla við á Krísuvík. Það eru verkefnin. Akkurat. Þú veist, það eru tækifærin og það er skemmtilega og erfiða. Þú veist, við að vera að gangast við sér. Þú veist, það er bara, þú veist, það er náttúrulega bara alltaf erfitt. Þannig að, þú veist, bara frábært tækifæri. Hvernig er að leiða einstaklingi í gegnum svona ferli? Segjum svo að þú sett að vinna með einhverjum og viðkomandi bara fara í gegnum brjálaðan tómleika. Þú veist, hann er búin að þurrka sig upp af efnum eða áfengi
en núna bara allt ömurlegt og engin tilgangur með neinu og þú ert bara einhvern veginn að reyna að þrauka í dag einu. Náttúrulega fyrir mig, ég veit að þetta getur orðið allt í lagi og mikið, mikið betra. Þannig að ég hef eitthvað staðar þessa trú og svona, en hérna, það sjálfsögðu erfitt að vera með manneskju fyrir framan sig sem að er að díla við svona mikið vonleysi og það sem að, ég heyri rosa oft, það er þessi einmanaleiki og tala mikið það og hérna, ég tók vel eftir því líka að vera að vinna á meðferðarstöð í Svíþjóð, það var að sama þar, það bara svona, ég var bara svona einmanadúa og hérna en einhver staðar þar sem að ég er búin að fá að upplifa það á mínu skinni og minni vinnu og að fá að gera það með svo mörgum að þá veit ég að þetta er hægt. Akkurat. Og það er það sem ég get gefið. Að ég hérna, og það er bara svona líka mín vinna. Að ég bara hef trú að þér og þetta er það sem við höfum upp á að bjóða og þetta er það sem ég hef trú á og svo er þetta náttúrulega líka einstaklingsmiðað. Sjálfsögðu er dagskrá og allir eru að vinna sömu vinnu að einhverju leyti en svo er bara, og það er náttúrulega ráðgjafans að finna hvar einhverju þurfa að fara meira inn í eitthvað vist. Það er rosa misjafnt hvað fólk á mikið bakland, á fólk börn, eru dómar, ertu með dóma á bakinu, við erum til dæmis með lögfræðing í hlutastarfi, við erum með félagsráðgjafa, það kemur manneskja og vinnur með það sem að við erum bæði að gera ráðgjafarnir að vinna með þeim í sambandi við áföllin, en það er áfall að vinna líka. Vagnbjörg Magnúsdóttir kemur, hún er með vörðuna meðferðarstofu og þá förum við inn í áfall að vinnu, þannig að en einhvers staðar bara, trúin okkar á það sem við erum að gera og að þau halda einhvers staðar bara áfram og ég held að svona það sterkasta að það er alltaf einhver sem er í meðferðinni sem er komin aðeins lengra. Já, einmitt. Ég held að það sé svona já, það er bara einhvern veginn eitt af sterkasta sem að og það er alveg eins og inn í 12 spora samtökunum þú finnur eitthvað sem er komið lengra og hann leiðið eitthvað staðar í gegnum þetta og við erum náttúrulega leiðið í gegnum þetta en svo eru þau frammi það eru 30 manns á Krýsuvík og þau eru á misjöfnum staði í prógraminu og svo er eftirfylgni og þau eru þá búið með þetta prógram og eru komin í eftirfylgdin prógram og koma líka upp yfir þannig að það eru alltaf einhverja svona fyrirmyndir. Hvað með nú er ég að pæla í 6 mánuður, þetta hljómar er svo mjög langur tími, en þá hugsa maður með mitt, þetta, það eru örugglega, einhverjir mitt sem fara bara í meðferð og eitthvað fólk sem kemur alveg úr bara mjög góðum fjölskyldu aðstæðum, svo bara einhverja hluta vegna missir tök á drykkju eða eitthvað og þú ferð í meðferð, kemur út og félagslegu aðstæðuna þinnar er í raun og er ekki vandamálið. En hjá mjög mörgum myndi ég halda og þess vegna er svo fallegt eins og til dæmis með Bata Akademíuna, að þegar eitthvað kemur út úr fangelsi eða er að fara að koma út úr fangelsi, ef hann bara fer beint í sömu aðstæður og hann var í áður en hann fór inn í fangelsið, þá er náttúrulega bara yfirgnæfandi líkur að hann enda á sama stað. Og þú veist með eitthvað sem er kannski fíkni sjúkdóm, þá er þetta oft fólk sem kemur úr brotnum fjölskylduaðstæðum og þá myndi ég halda einhvern veginn, ástæðan fyrir þetta 6 mánuðir er að það er ekki nóg bara að þurrka efnun og líkamanum ef þú ferð beint í sömu aðstæðuna, þá er náttúrulega bara nánast bara yfirgnæfandi líkur á að þú munir enda í neyslu aftur, Já, og það er einmitt, það sem að það útskrifast enginn út af Krýsuvík og fer bara eitthvað á götuna eða í eitthvað óörugt húsnæði.
þá bara fá þau að vera aðeins lengur, við erum að hjálpum þeim og vinnum með þeim í því að reyna að koma þeim inn á áfangaheimili, þau fara í bæjarleyfi, þar sem þau eru að mynda tengsl inn í 12-spora samtök við sponsora, fara inn í rétta félagskap, það hérna, eins og ég segi, þau eru að vinna allan tíman að því að geta þegar þau útskrifast fari í eitthvað heilbrigðara. Og það er einmitt, þessna sem að við erum að fara af stað með þessa edrú viku og erum að safna fyrir áfangaheimili. Það sem að myndi þýða það að við getum farið úr þá 29 plássum í 41. Þannig að þá geta þau verið ennþá lengur hjá okkur. Færu þá kannski aðeins fyrr niður á þetta áfangaheimili, en eru þá lengur. Þá getum við fylgt þeim mikið lengur við sjálf. Og því lengur sem að þau eru í kontakt við okkur, því betra. Og svo eru við bara með alls konar, það er svo margt úti sem að við erum bæðið með okkar eftirfylgni, sem við komum á þriðjudögum uppbyttir og fara inn í, fara á morgustund, fara í sína grúpur, fara í eftirfylgni grúpu, taka þátt í einhverju, fara kannski í göngur með þeim, eða öndun, eða hugleiðslu og gera alls konar. Svo er eftirfylgni á vörðinu á 50 dögum, þar sem að varðan heldur utanum, þar sem að þau mæti í grúpu og gera alls konar, og svo bara flestir fara í endurhæfingu. Þannig að þau eru í endurhæfingu hjá okkur þangað til að teku við endurhæfing sem getur þá verið grettistak, virk, allt snýrið af því að við séum að reyna að skila okkar fólki út í samfélagið sterkara. Það er skóli upp frá 2 sinnum í viku, þar sem MK kemur og er að kenna 4 fög, þannig að þau byrja á að fara í skóla upp frá. Og fyrir marga bara, margir sem hafa bara fyrir löngu flosnað upp úr skóla, einhverjur hafa náð eitthvað að mennta sig og eru kannski búnir með þetta, þá mæta kennararnir með því að að finna þá eitthvað annað, eða þannig að allt snýrið af því að reyna að koma einstaklingum sterkari út, og eins með það að við séum með lögfræðing og félagsráðgjafa, að það er verið að fara yfir, það er verið að hjálpa þeim með, ef það eru barnaverndarmál, fara í gegnum skuldirnar, einhverju sem hafa kannski ekki verið mikið skuldir, hafa getað startað, byrja að spara, það er bara mætt það sem eru og reynt að halda áfram. Að maður hugsa, það er náttúrulega klassíst inn í kerfinu að allir vilja meiri pening, og maður hugsa eins og bara ráðherrarnir og ráðuneytin, hvort sem það er félagsmálaráðuneyti eða heilbrigðismálaráðuneyti, allir málaflokkar vilja meiri pening, en þá hugsa maður samt eins og þennan málaflokk að það er frekar auðvelt að sýna fram, og þú talaður áður bara á baku hvern einstaklinga fjölskylda, Það er til dælu auðvelt að sýna fram á bara hversu gigantísku kostnaður, og þá erum við ekki að tala fyrsta lagi náttúrulega erum við að reka eitthvað sem við viljum kalla velferðarsamfélag, og þá náttúrulega númer 1 er mannúðin, að bara að reyna að hjálpa fólki í neyð og hjálpa fólki að koma lífið sínu á betri stað, hjálpa okkar minnstu bræðrum og systrum, en ef við förum bara í kostnaðinn, að þú hugsa maður einn einstaklingur sem að fer í alvarlega fíkn og er bara ómeðhöndlaður út í samfélaginu, viðkomandi er kannski einmitt, þetta er að hafa mikil áhrif á alla í kringum hann, fjölskyldun og allir í kringum hann er kannski að skaða aðra, hann endar á að fara inn í fangilsi, það er rándýrt að vera inn í fangilsi, þannig að hugsa einn einstaklingur sem að fer í meðferð og fer síðan inn á Krýsuvík og kemur út og snýr lífið sinni við, þá ertu að tala að það sé búið að spara hinu opinbera talsvert mikið pening, og Elli hefur nú farið yfir þessar tölu með mér eitthvað tíðan, meira þess að bara eins og gistinóttin, því margir af þessum einstaklingum myndu kannski enda bara á gistiskílinu eitthvað, gistinóttin þar er alveg líka dýr, Já, ég, náttúrulega ekki fara með eitthvað ranga tölur, en einhvers staðar í kringum 60.000 eða eitthvað er nóttin á gistiskílinu. Ég held að ég geti sagt svona þokkalega rétt með að meðaltali erum við alltaf með 2 skjólstæðinga, hugsanlega fleiri,
sem að eru að koma beint af gistiskílun. Þú veist, þá annarkvort, þú veist, kalla eða konukoti. Og dagurinn hjá okkur, þú veist, Krýsuvík rosalega vel rekið. Ég held að sé 25.000, þú veist, þannig að bara, þú veist, ef við ætlum bara að fara í þá tölu, sko. Þú veist, að því og líka og sjálfsög þarf alltaf að fara í tölur þegar kemur að því að, þú veist, það þarf að vera að safna peningum eða, þú veist, tala við ráðuneytin og allt þetta, þó að mér finnst það alltaf jafn astnalegt að þegar við erum að tala um líf. Algjörlega. En sko, þá erum við bara að tala um sko, gistinóttina, þú veist, eða manneskja í fangelsi, það er eitthvað svipað hvað kostar að vera í fangelsi og það er alltaf mikið af fólki líka sem kemur til okkar sem að hefur verið í fangelsi eða er að sleppa því að fara þá í fangelsi. En svo bara, þú veist, álagið á, þú veist, heilbrigðiskerfis annars. Þú veist, fólk er að fá sýkingar og, þú veist, mikið, þú veist, það eru overdose, þú veist, það eru alls konar, þú veist, það kostar alveg helling að vera að fara inn til læknis og þannig að, þú veist, peningalega, þú veist, þá er þetta bara, það er bara rosalegur sparnaður og þetta eru bara high sky tölur. Þú veist, það er staðan fyrir að fólk sé eitthvað stað bara gjörsamlega við dauðanstigir og það kostar bara samfélagi gríðarlega mikla peninga. Heldur en að fólk sé eitthvað staðar að byggja upp líf sitt og þú talaðir um fjölskyldunar. Akkurat. Þú veist, bara að vera heima og fjölskyldumeðlumurinn er sko í öruggum höndum einhvers staðar. Það er bara svona og ég þekki það í einraun. Þannig að þú veist, og mömmur sem að geta bara farið að sofa og þú veist, það er oft sko þannig að þegar fólk kemur til okkar þá fyrir fjölskyldan loksins í frí þú veist, að það er bara svona bara, þú veist, þau eru bara akkurat að fara til tenni, þú veist, ég er nú vilja að fara með þú veist, þá bara fólk hefur bara ekkert þorað að fara. Nei, einmitt. Þetta er oft einmitt talandi það, sko, þetta er oft þetta bara hópur af fólki sem er í hálfgerðri gíslingu á meðan að einstaklingur er í mikilli neyslu að núti, sko, að það, þú veist, eins og segir, bara nánustu ættingjar jafnvel bara orðnir ófunkarandi í vinnu og og einhvern veginn allt svolítið á, að því þú ert bara í fight or flight einhvern veginn, ef það er einhver náinn fjölskyldumeðlimur og þú bara þér líður eins og hann getur bara hvenær sem er dáið líku við, sko. Já, og svo er þetta náttúrulega ekkert grín að núti, það er ekki, þetta er ekkert fallegur heimur, sko. Nei. Þannig að, en ég, búið að vera svolítið að útskriftum hjá okkur núna og það hefur verið töluvert af sko ömmur og afar sem að hafa verið að koma síðan og sækja þau eða það bara akkurat verið þannig, þú veist, já, ég er ömmu og afi í bæjarlegum og eitthvað svona, þannig að ég núna aðeins fengið að hitta ömmur og afa og þú veist, það er alveg brjálað. Ok, hvernig þá? Nei, bara, þú veist, að koma upp í þér og bara, vá, þú veist, bara, og að sjálfsögur þau rosasnögg að vilja gefa þetta beint á okkur, sko. Þannig að svo gott að geta mætt í hurðina og bara, já, en það er hún sem að laði vinnunni í þetta, en það er hann. En það er svo oft bara að tala um foreldrana, sko. Þú veist, en það er einmitt bara, þú veist, systkini og ömmur, afar og þú veist, þetta bara, þú veist, það er svo stórt þegar ein manneskja fer og breytir svona lífinu sínu. Þú veist, hefur hugur ekki í það að vinna þessa vinnu og gangast við sér og þú veist, náttúrulega breyta gjörsamlega lífstíl. Mér finnst bara fátt einhvern veginn jafnast á við það, þetta er á svo mörgum, svo ég slett, þetta er á svo mörgum levelum, þú veist, eins og þegar Tolli var hérna hjá mér og hann var að lýsa því þegar hann kemur heim eftir þessa verðlaunaafhendingu hann í Asíu, daginn eftir hann lendir heim fer hann í, held að vera Litla-Hraun, Litla-Hraun, já, og það er aðtöfn þar sem að, þú veist, hann endar á, hann myndi standa upp og horfir á að það er maður sem á okkur að brjálæðislega trámaða fortíð, búin að vera stapplyfjaður og vera á sogni sem er að leiða forseta landsins í gegnum jóka nýtra og öndunarhengar. Og þetta er svo fallegt. Þetta er ekki bara peningalega einstaklingur sem snýr lífið sinu við, heldur, þú veist, þetta einhvern veginn bara
þetta fyrir mér kjarnin í, þú veist, því þarna getum við sagt, þú veist, svona getum við drifið langt sem samfélag að jafnvel þeir sem einhvern veginn hérna, þú veist, innan gæsalapa á botninum, að þeir eru alveg jafnir, skilur, við erum öll bara jöfn, á endanum erum við öll bara jöfn, við erum öll bara manneskjur og við munum aldrei drífa lengra heldur en það hvernig við komum fram við okkar minnstu bræður og systur, sko. Hei. Nei, það bara svoleiðis. Já, það bara við svona kollektíft sem samfélag. Við munum ekki drífa lengra en ákveðið ef við ætlum bara að þykjast ekki sjá þegar kemur okkar minnstu bræðurum og systrum. Ef við látum eins og við sjáum ekki og við bara látum eins og þetta koma okkur ekki við munum ekki drífa lengra, sko. Nei. Ef við ætlum að fara upp á næsta level í tölvuleiknum, þá verðum við að toga allar með, sko. Já. Það verður allar að fá að vera með. Já, hver eru minnstir, hver eru stæðstir, sko. Þú veist. Já, síðan er það önnur umræða, sko. En þú veist, það sem að þú ert að vísa hérna í, að það einmitt svo frábært að þarna bara, þú veist, maður og þú veist, spáði forsetanum okkar bara já, flott teku ofan fyrir henni og teku ofan fyrir þessum vinum mínum að þú veist, að gefa áfram það sem hann búinn að fá og þarna eru bara, þú veist, allir saman á jógadeinu og þú veist, það eru bara allir saman. Því maður hugsaður með talað þetta í byrjun, sko, með þú veist að koma úr brotnum fjölskylduaðstæðum og svona, skilur, hugsa maður þú veist, oft á tíðum kannski skortir einhverja grunntilfinningu að það sé eitthvað grunnöryggi, þú veist, sem bara svona heimili þar sem ekki alltaf ófriður eða læti, skilur, einhvern veginn stabílar fjölskylduaðstæður. Það bara svo mikið af fólki sem þekkir þetta ekki. En svo einmitt, ertu kannski, þú veist, hægt og rólega, þú veist, eins og vorum að byrja þáttina og tala með svetti, skilur, allt í einu komið með svona þitt træp og allt í einu hægt og rólega, þú veist, þú veit að gera þitt besta til þess að staðan sé góð með blóðfjölskyldan en allt í einu komið einhver svona akkir og öryggi í lífið þitt út frá allri vinnunni, sko. Þú veist, hvort sem að það fólk sem hefur kynst á Krýsuvík eða fólk sem þú ferði í svett með eða, þú veist, að hægt og rólega ertu félagslega tengdur og þú veist, það náttúrulega alltaf meira og meira sem bendir til að bóluefnið við fíkn eru tengsl, sko. Já, það þannig, sko. Og það fyrsta sem við þurfum náttúrulega öryggi. Þú veist, ég ger ekki neitt. Þú veist, ég fer ekkert að vinna neitt í mér eða, þú veist, ég get ekki hjálpa neinum ef hann ekki öruggur. Akkurat. Þú veist, þannig að þú veist, og það það sem einmitt eins og þú segir, ég var að tala í tjaldinu og það sem ég finn alltaf í tjaldinu, það þetta öryggi í tjaldinu og það það sem við erum að reyna að skapa upp á Krýsuvík. Þú veist, það þetta öryggi. Það séu bara örugg og þeir megi vera bara eins og þeir eruð. Þú veist, þeir eru ekki ónýtt. Þú veist, það ekkert að ykkur. Þú veist, þeir eru bara með alls konar afleiðingar og við erum til í að vera þetta með ykkur bara í þessu. Og það svo fallegt. En þú veist, það þarf alltaf að vera þetta öryggi. En þú veist, það ekkert allir öryggir og okkar fólk hefur að sjálfsögðu ekki, þú veist, það hefur bara ekki fundið fyrir öryggi og oft bara í fleiri ár. En hvernig það því ég spurði áðan þú veist, einhver sem kannski nýkominn á Krýsuvík eftir að vera nýbúin í meðferð og kannski viðkomandi kannski mjög lágt stemdur. En hvað með síðan hinn endan? Einhver sem á útskrifast hjá okkur og kannski bara að fara að líða brjálæðislega vel, búin að vinna mikla vinnu, kemur þó ekki líka fyrir að fólk bara ég smeykur við að útskrifast af því ég veit ekki hvað tekur við. Ég held að í 99% tilfella við köllum þetta útskriftakvíðan. Ok. Og það svo eðlilegt að það eitthvað nýtt að taka við og úst, ég þekki það líka bara sjálf, úst, alla breytingar og svona og þess vegna svo mikilvægt allt þetta sem eru búin að vera að gera síðustu mánuði, það sýnir sér svo vel fyrstu mánuðina úti að þau eru búin að mynda tengsl í 12-spora samfélagið, þau eru tengd inn í Krýsuvík-samfélagið og þau eru búin að mynda tengsl við fjölskylduna sína. Þú veist, þau eru búin að loka á óheilbrigð tengsl. Það er svo mikil vinna búin að vera í gangi, af því að eins og ég segi, það situr enginn bara á raskatinn á Krýsuvík, sko. Nei.
þú veist, þau eru bara, já, ég tekur ofana fyrir þeim, fyrir allt sem þeir að leggja í þetta. Þú veist, en það kemur upp, þú veist, og þau eru, þú veist, flestir kannski að fara inn á áfangaheimili og þau eru að fara, þú veist, að finna nýja fundi, þau eru að fara kannski inn í einhverja nýja endurhæfingu, þau eru að fara í skóla eða vinnu, þú veist, það bara, en þess vegna er svo mikið að þetta haldi áfram að vera í tengslum við okkur líka. Hvað eigið þið mikil tök á, þú veist, einhver sem er búin að klára prógramið okkur, fer svo út í samfélagið, hvað eru mikil samskipt á milli, þú veist, upp á bara eitthvað svona áframhaldandi eftirfylgni? Eins og ég segi, það eru, þú veist, það er 2 sinnum í viku eftirfylgni. En sko, og það er einhvers staðar í einhverju pappírun talað 3 mánuði, sko, sem sagt að koma upp yfir og þú veist, einhvern ári eða eitthvað á vörðunni, en þetta er bara fókið út í gluggana, því bara, þú veist, vertu með okkur eins lengi og þú vilt getur bara, þú veist, að því við viljum alltaf vera með þeim. Og svo geta þau komið auka, þú veist, ef það er að koma eitthvað frí að því, eins og þú veist að tala lífið er rosa fljótt að stækka en þú veist, svo bara, þú veist, eins og þegar að koma páskafrí eða kemur eitthvað svona, þá oft eru við fyrsta símtal, þú veist, það er bara frí í skólanum núna í viku eða þú veist, ég vilti ekki koma bara, þú veist, geta alltaf komið upp yfir með mér eða einhverjum starfsfólkinu á mótnana og geta þá bara fara inn í eldhús með, þú veist, fara náttúrulega þá í sína grúppur og fá eitthvað viðtöl og þú veist, það er náttúrulega toppurinn hjá, við erum náttúrulega með Sollu Eiríks í eldhúsinu, sko, sem er bara, auka þerapisti, sko, það leiðist engum inn í eldhúsinu með Sollu, það er bara, þú veist, bæði læraði mikið og, já, hún er bara demantur. Já, hún er snillingur. Bara frábær félagskapur. Og þú veist, þannig að þau geta verið bara, þú veist, lengi með okkur. Þú veist, en lífið er náttúrulega líka bara alltaf að stækka. Ég er að hugsa núna einhvern veginn svona því þú veist, við erum alltaf að tala þú veist, sem er eðlilegt, alltaf kostnaður og það er allir kostnaður við alltaf blása út hjá hennu opinbera alltaf, en maður hugsa samt þú veist, ef við værum með einhverja stefnu þar sem við myndum reikna þetta til lengri tíma og myndum hugsa þetta eins og búið nýtt, þú veist, að því þegar við erum að tala þessa eftirfylgni, að þá verður sem eitt fólk sem mitt komið þangað að það, þú veist, bara fíkni tilhneigingarna þeir að hafa bara settið á þann stað í lífuna að það bara, þú verður að gefast upp með báðum höndum, þú veist, ferð í meðferð og enda síðan kannski á Krísuvík, nær að snúa lífiðinu við, en svo ég segi, hvað er mikið af fólki út í samfélaginu sem er innan gæsalappa fungerandi, en er kannski að hitta geðlækni einu sinni í mánuð og hann skrifur upp á eitthvað þunglyndislyf, talandi sko, þú veist, bara eftirfylgni, þú veist, því nú hef ég sjálfur verið í þeirri stöðu, að þú bara hittir eitthvað geðlækni og já, hvernig gengur ég ágætlega, heyrðu, hér skrifu upp og það er enginn að tékka á þér, þannig að þú ert svona rétt svo fungerandi, en í raun og veru er lífið þitt bara glatað, sko. Og mér er svo bara einhvern veginn, þú veist, mér skorta svo mikið þessa heildstæðu nálgun inn í heilbrigðiskerfinu að fylgja fólki eftir, skilur við. Segjum svo þú væri með ungan einstakling sem kemur inn með alvarlegan kvíða og þunglindi, að þá væri bara við erum að fara að setja bara liða, en við ætlum líka að fylgjast með þér, skilur við ætlum að hjálpa þér, af því það sem er að gera svo fallega sem þú ert að lýsa, skilur við, það er þessi félagslegu tengsl, þú veist, það er verið að setja fólk inn í 12-spora samfélagið, þú kannski ert, þú veist, að svetta, þú ert að stunda hugleiðslu og hægt og rólega ert að búa til ákveðið net. En svo bara fullt af fólki hérna sem er með einhverja svona minni fíknisjúkdóma, skilur, þú ert bara alltaf í símanuðinum, alltaf í þetta sykur, alltaf lífið er í raun og veru bara rosa glatað, en þú fær skrifað upp á okkur lyf annars lagið og skilur hvað er að fara, þú veist, einhvern veginn að hugsa, og svo hitt sem er að hugsa er, þú veist, gætu við ekki fara að búa til einhverja mælikvarða þar sem við myndum fara með þetta bara inn í blá byrjunin á skólakerfinu, bara í 6 ára bekk, 7 ára bekk, 8 ára bekk, byrja að skoða krakkarnir sem enda í neyslu eða í fangelsi, hvaða teikn eru þau að sýna snemma í skólakerfinu og hvernig verður þetta að grípa inn í, þú veist, bara áður en þau eru orðin 12 ára, skilur við. Já, vá. Þú veist, það er bara, þú veist að tala bara um fólk sem er aftengt, þú veist, það er bara búið að aftengjast einhvers staðar, en þú veist, fer ekki í sko svona,
rosalega mikið, á ekki við svona mikinn fíknivandastriða og fokkar ekki einhvern veginn upp öllu lífinu sínu, sko. Að ég held að það sé ekkert, góður staður að vera á. Að ná einhvern veginn bara fara, bara svona aðeins í gegnum lífið og bara auðvitað væri frábært að við sem samfélag gætum, að væri nóga læknum og það væri ekki þess að biðraðar allstaðar og væri hægt að fylgja fólki betur eftir, út af því að það verða allir fyrir einhverju í lífinu. Þannig að, og einhverju þurfa að nota þunglyndislyf í einhver tíma sem einhverju hækju og einhverju þurfa eitthvað annað en það væri yndislegt ef það væri hægt að fylgja sér betur eftir og eins og talar að það væri hægt að fara í skólana og gera betur að því að við Íslendingar við erum náttúrulega bara frábær þjóð við erum duglegt fólk og mér finnst að vera svona andlega opin eða svona, við erum svona til í alls konar og það væri frábært eða væri meira af svona dóti fyrir alla. Ég til dæmis fer í heita og kalda yfirleitt á hverjum degi og það er svona gaman að þegar maður hittir eitthvað í pottinum sem að fer að spurja í svettinu eða eitthvað svona að þá er yfirleitt einhverjir í pottinum fara að spurja, hvað er þetta? Við erum líka svona forvitin þetta algjörlega. En það er svona eiginlega eins og þetta sé ekki alveg í boði fyrir alla. Ég er eiginlega nákvæmlega að tala það sem þú ert að tala að þú notar orðið aftenging sem er nákvæmlega orðið að þá þekkjuru hana Tinnu Aðalbjörns. Já, ég hlusta á smá fyrirlestur daginn og við erum í svona mastermind hóp strákandur og við fengum hana til að tala við okkur og ég hugsaði þegar ég var að tala við hana nákvæmlega þegar hún tala ég hugsaði ég upplýði svo mikið að hún er á betri stað heldur en meðalmanneskjan sem er funkarandi út í samfélaginu og hefur aldrei farið í meðferð. Já. Út af því þú ert búin að þurfa að klessa það harkalega á að þú þurftir að taka allt í gegn. Já. Og þá hugsa maður skilurðu, það kannski getur á ákveðnum hljóma kannski skringilega, getur orðið blessun að þú verðir nógu mikið aftengdur til þú farir í nógu mikið mess til þú þurfir í alvörun að taka til. Að því ég held að sé svo mikið af fólki út í samfélaginu sem er svona hálf aftengt, hálf dofið og fer bara í gegnum ár og áratugi. En lífsgæðin eru rosalega lítil. Og einmitt, þú nær kannski aldrei að tengja inn í hópa eins og í svettinu eða komast eitthvað þar sem þú upplifir bara að einhvern veginn sálin þín fær bara rými og og þú tilheyrir nákvæmlega. Fallegt, það er gott að tilheyra. Já, en það má alveg segja þetta samt svona, að flestir verða líka bara meira leitandi, þegar þú ert búin að klessa á vegg, og það þarf ekki að vera í einhverju svaðalegu fíkniójafnvægi eða það getur bara verið alls konar, það er rosa misjafnt hvað er veggurinn eða botninn eða hvað það er sem við ætlum að kalla þetta er fyrir fólk. Margir verða fyrir því að missa vinnuna, það getur bara verið niðurskurður, það er bara það er rosa misjafnt, einhver bara þurfa að breyta skóla, það er bara en við höfum rosalega mikið í boði samt og það eru til dæmis, þessi guðsubílar bara komnir þeir eru bara... Ég er duglegur að fara. Já, ég líka. Þeir eru út allt. Við erum með frábæra sundlaugar, jóga, hugleiðsla, ég segi ofti fólk, bara skoðið til dæmis að þegar ég er svona, þó ég sé Gráarsbúi, elska Gráarslaugina, bara svo það sé sagt, 112 og alla leið, en að í sundlaugunum, að það eru alltaf svona það er svona auglýsingatöflur, eiginlega allstaðar það sem að fólk er að setja upp miða. Auglýsa fría hugleiðslu eða jóga eða, kíkið á þetta, skoðið þetta, það er eitthvað í boði fyrir alla. Ég nefnilega held svo ég vitni aftur í Harald Erlendsson geðlækni, hann alltaf svo gott þegar geðlæknir segir þetta, hann saði hjá mér geðheilbrigðiskerfi framtíðar en við munum ekkert ráða við þetta verði svona þannig að það sem þarf að gerast er að fólk þarf að búa til sellur og træp þar sem að það kemur saman til að hjálpa okkur öðru. Já.
skilur þú veist, og það ég trúi því að þeim mitt, þú veist, skilur talandi kirkjuna, einu sinni þjónaði kirkjan þessu hlutverki, hún orðin svolítið úrelt núna, en það svona einhvern veginn, þú veist þetta, getur verið með kannski 3 staði í viku sem eru svona eins og messa fyrir þér, sko, hvort sem það að mæta eitthvað staðar í, þú veist, guðsuvagn, eða svett, eða hugleiðsluhóp, eða jóga, eða dans, eða eitthvað þar sem að þú ert að tilheyra og þetta verður svona eins og akkir í lífinu þínu. Ég bara held að, þú veist, í svona borgarlífi nútímans, þá einhvern veginn getur orðið svo mikil aftenging og vinnur kannski bara tölvu, getur þess að vera einn allan daginn, hægt og rólega ertu bara aftengst. Vá, hvað það hljómar illa. Bara alveg, þú veist, fordóma laust eða eitthvað, en bara Það nú ég að tala fyrir sjálfum að því skilur ég verandi sjálfstæð starfandi stýri vinnunni tímanum sjálfur. Ef að ég ekki bara reglulega að setja mér í svona aðstæður þá enda ég, þú veist, ég get alltaf verið bara að fara í gegnum heilan dag við hittingan, skilur. Þannig að maður bara hafa fyrir þessu, skilur. Annars þetta getur svo hæglega og sérstaklega eftir COVID-tímabili þegar fólk hefur kennt að það mætti bara vinna heima hjá sér og hvað svona, skilur. Já, en þú veist, svo held ég líka að þú veist, þegar fólk að fara í ræktina og þú veist, það alls konar, en fólk, þú veist, verður eitthvað bara að sækja þetta, en þú veist, þetta þarna. Þannig að ég bara vildi óska þess að bara allir ættu, þú veist, ættu ykkur að hópa það sem tilheyra eitthvað, því þú veist, ég alveg nokkra, þú veist, ég bara, en ég alveg, þú veist, þurft að, þú veist, hafa fyrir og sjálfsögðu, þú veist, ég bara komin einhverstaðar á botninn í mínu lífi og það verður drifkrafturinn minn í að, þú veist, fyrst bara einhverstaðar að halda lífi og breytum lífverðni og, þú veist, og svo bara, þú veist, verður að hálfgerður lífstíl bara, þú veist, að vera einhverstaðar að hjálpa öðrum og, þú veist, ég bara vinn alltaf bara skemmtilegustu vinnu í heimi og ég hef unnið við það í mörg ár, þú veist, það bara þú veist, þannig að, en ég einhverstaðar, bara þegar ég var að hugsa þú varst að tala á hann, bara, þú veist, ég hafa bara marga hópa það sem ég bara tilheyri. Það sem bara gaman og ég skipti máli og ég hitti fólk sem að skipti mig máli og hann að, já. Sem ekki lykilatriði, sko. Já, hann að, en það þú veist, og það það sem við erum náttúrulega að reyna að fá fólki, þú veist, á Krísuvík til þess að, og þess vegna erum við með og ég fann að kalla bara svona Krísuvíkur samfélag. Þú veist, að þau haldi ykkur staðar áfram, þú veist, eftir Krísuvík að hittast og þau að fara saman í sjóinn og fara saman í svett og við erum náttúrulega með svett upp á Krísuvík líka. Hann að, þú veist, en það það að vera í tengslum sem að skipti máli og það hefur skipt mig bara gríðarlega miklu máli. Af því ég á ekki bara að hópa heldur, þú veist, ég á frábæra fjölskyldu. Þó að fjölskylda mín hafa oft verið mjög veika fíknivanda að þá bara, þú veist, fólki mitt bara, þú veist, við stöndum alltaf svo saman. Það er svo, já, það bara, þú veist, það ekki einhvern veginn hægt að verðleggja það, sko. Það fallegt, ég sé það bara í andlitinu á þér. Já, ég bara fæ alveg bara svona, þú veist. Nú bróðiðinn hefur alveg talað ópinskott mig mitt, þú veist, bara aðeins það sem hann, Kristmund Draxel. Já. Og þú veist, þú veist sem að fallegt að þú segir að fjölskyldan ykkar standi svona þétt saman þrátt fyrir allt sem að hefur gengið á í gegnum tíðina, sko. Já, ég get alltaf, alltaf stólað á fólkið mitt, sko. Já, og ég, sko, ég á náttúrulega nokkur systkini en og hann hefur náttúrulega talað opinskátt fjölskyldun okkar og sungilög og hans textar eru hann einlægur í því sem hann að gera, ég mjög stolt á honum og fylgir svona svolítið sjálfum sér svo eins og stóri bróðir minn Teddy, hann hann er businessmaður, flugmaður sem að sem er svo heppinn að hann var að fljúga fyrir Play þannig að nú er hann bara businessmaður okay. Og við erum það heppinn að við fáum meira á honum fjölskyldan en hann á 5 börn og svo giftu konu sem á 1 þannig að þau eru með
6 börn og það er komið barnabörn og svona, en sko, hvernig heimili þeirra bara svona meeting point líka, sko. Svo erum við saman á tjatti, sko, og þú veist, það er bara oft í viku, þú veist, hver í mat eða hver eru, þú veist, þó að þau, séu oft ekki alveg jafn ána með svetti eins og ég, finnst ég eða alltaf miklu tími í það. En það er svo gott að eiga, þú veist, gott fólk, þar sem þú ert bara alltaf velkominn og getur svona, þú veist, það er ekki bara, ég get hringt bara í alla í fjölskyldunum minni og beðið hvað sem og þau geta hringt í mig og eins á ég bara ógeðslega stóran vinahóp sem ég get gert það saman við. Og það er ekkert eitthvað, þú veist, sem þú ferð og kaupir í Hagup, sko. Það er hæpið. Já, það er hæpið, sko, en En hvað, ef við tölum aðeins sko, þessa söfnunarviku sem núna, að því þú veist, þó að Krýsuvík sé að fá fjármagn frá hinu opinbera, þá þurfið líka að safna sjálf. Já, og ég held að sé, ég veit ekki hvort það sé bara alveg 30% eða eitthvað, þú veist, við þurfum alltaf að safna líka sjálf. Við ekki pælingin að vera höfða til fólks að setja pening sem það myndi annars setja í björgipu eða áfengi eða leggja það frekar inn í starfsemin ykkar? Jú, þannig að ég segi bara endilega, þú veist, gerið það og farið í göngutúr eða jóga, takið öndun, þú veist, sleppið að fara á pöbbin og leggju okkur lið af því að það skipti máli og ég held að skipti, þú veist, af því að þú talaði líka um það áðan, sko, hvað þú veist, það eru örugglega ekki marga fjölskyldur á Íslandi sem hafa ekki verið, þú veist, einhvers staðar snertar af alkoholisma, sko. Þannig að ég held að skipti þjóðina, þú veist, miklu máli að séu til svona meðferðarstofnanir og að séu staðir sem eru að hjálpa fólki að byggja upp sitt líf. Bara gríðarlega, sko, og þó ég sinni mitt að ég hef nú alveg spjallað svolítið við Ella og ég er kannski ekki alveg hlutlaus en þá samt svona, þú veist, mér sýnist nú öll að þetta sé býsna vel rekið, sko, og bara verið að gera rosa flotta hluti sem þýðir mitt að peningnum sem fer í Krýsuvík mjög vel varið. Honum mjög vel varið, það er mjög vel rekið, það er, þú veist, það er svona, þú veist, það er rosalega góð þjónusta, við starfsfólki erum að endurmennt okkur líka í alls konar og það er haldið rosalega vel utan starfsfólkið. Þú veist, ég er svo þakklátt fyrir það. Ég fæ bara, þú veist, þú veist, við erum í hóphandleiðslu, allir í sinni handleiðslu, þú veist, við erum að fá endurmenntun, við gerum mikið saman líka starfsfólki og það skiptir líka gríðarlega miklu máli. Og veitum, þú veist, góða þjónustu fyrir vikið, þú veist, en maður fara út og veist, ég verið að fara mikið til Ameríku í sambandi við, þú veist, áfallaþerapíu þar sem ég að læra og svo erum við að læra inn á partavinnuna og ég býst náttúrulega ekki við neinu öðru heldur en að stjórn og fulltrúar á Krýsuvíkur sé að hlusta á þetta podcast og af því að það gleymist líka oft, sko, að þú veist, á bak við okkur sem erum að vinna á Krýsuvík fulltrúaráð, það er 15 manna fulltrúaráð sem að velur síðan úr sínum röðum 5 manns í stjórn og veist, þetta allt fólk sem að, þetta rosalega flott fólk sem í flottum stöðum, þú veist, út í samfélaginu og á bara stórt líf og bara mikið að gera en úst, bara rosa óeigingjarnt þarna og leggur þessu starfi mikið lið og styður rosalega vel við bakið á okkur og ég einhvern veginn svona ég væri til að þau myndi fá aðeins meira kredit, sko, því þau eru svo gaman, þau eru svo áhugasöm það sem við erum að gera það ekki bara því að þú veist, örugglega partur aðeins í alls konar stjórnum, sko, og þar sem við fá borga fyrir og svona, sko. En, þú veist, þau eru svo rosalega áhugasöm það sem við erum að gera og ef það gefst tækifæri á að koma upp yfir, þú veist, á litlu jólunum eða eitthvað svona, þú veist, þá mæta þau og þau eru að spyrja, þú veist, alls konar spurninga og, þú veist, hvað það sem ykkur vantar og eru þau ánað og, þú veist, það bara frábært, það er svo mikið á bakvið
starfið sem að fólk fattar oft ekki, sko. Hljómar eins og þau séu búin að fatta þessa gullnu reglu í lífinu sem að Tolli mitt talaði hérna hjá mér. Hann sagði sko, það vill svo til að það besta sem ég geri fyrir sjálfa mig að láta gott að mig liða. Já, sem er náttúrulega rétt, sko. Já, það svoleiðis. Og ég held að þegar fólk fattar það, þá verður auðveldara að skilja fólk sem að setja óeigingjarna vinnu, tíma og peninga í eitthvað sem að það virðist ekki fá neitt út úr sjálft. Já. Það er vegna þess að þú færð mest út úr því þegar þú hjálpa öðrum, sko. Já, það er bara svo gott, að vera einhvers staðar og láta bara gott að sér leiða, af því að við búum öll yfir þessum kærleika. Ég trúi því. Og þú veist, þegar maður getur verið einhvers staðar í sínum kærleika og þú veist, gefið hann áfram, þá stækkar þetta svo mikið. Af því það, þú veist, það er endalaust af þessu vonda, leiðilega einhvers staðar út í samfélaginu og heiminum og eitthvað svona. En þú veist, það sem er sterkar öllu, það er einhvern veginn þessi kærleikur. Að vera einhvers staðar ljósberi fyrir fólk. Þú veist, það er bara, og það getur verið bara í búðinni. Þú veist, að bara þakka fyrir sig á kassanum og ganga frá kerrunni sinni og bara svona basic hlutir. Þú veist, að bara, þú veist, ekki vera rasshaus og vertu bara góð manneskja. Já, einmitt, það er ágætt stundum að sko taka smá æfingi í að spyrja sjálfa sig hver ég þegar enginn sér til. Já. Eins og þú ert að segja með, þú veist, að skila kerrun á réttan stað. Þú veist, því ég eins og margir aðrir á það til að vera slúbert og bara skilja kerrun eftir eitthvað. En þegar ég er vel tengd, þá einmitt það er ákveðin svona næstu eins og svona alheims lögmál, sko. Já. Ef þú ferð vel með umhverfið þitt og kemur vel fram við fólk, þá færðu það tilbaka og oftast margfalt, sko. Já, þú veist, það er alltaf þannig, sko. En bara að ég hef allan einhvers stað að sé það, þú veist, mér finnst þetta skipta máli, þú veist, að vera bara, já, eins og ég segi, bara, þú veist, ekki vera rasshaus, sem er kannski ekki eitthvað sérlega falla orða, sko, en að vera einhvers staðar, þú veist, þetta jákvæða bros út í daginn fyrir fólk og það geta allir gert það. Einmitt. Þú veist, það er bara, við getum alltaf látið gott á eitthvað leiða einhvers staðar. Þú veist, það breytir einhver máli, þú veist, maður þarf ekki að vera að vinna á okkur stað, þú veist, það sem maður getur gert eða eitthvað, þú veist, það geta allir verið, þú veist, eitthvað gott fyrir náungan. 100%, er það ekki bara góð lokaorð? Það held ég. Svo bara hvetjum við alla til þess að setja peningi í Krýsuvík og sleppa því að koma sér bjórkipu? Já, bara klárlega, fara inn á edruar.is og líka bara kynna sér starfi. Ég er rosa stolt af því sem við erum að gera og þú veist, bara þú eigi ekki pening til þess að styrkja, bara þú veist, kynni ykkur hvað við erum að gera og komið í Krýsuvíkursamfélagi. Það var svolítið. Frábært að fá það heimsum. Takk fyrir að fá mig.